Telma Karen, hvernig var að skora fyrsta landsmark? Bara geðveikt, frábær tilfinning, bara smá fúl að hafa ekki sett fleiri. Hefðu nú alveg getað bara að skora þrennu í dag? Já, ég hefði klárlega getað það. Á góðum degi hefði þetta verið 3 eða 4 mörk. En ætli ég þurfi ekki bara að setja mig eitt í dag. Það er ekki kannski erfitt að taka því bara að skora fyrsta landsmarki? Nei, þetta er bara frábær tilfinning. Já, ég veit ekki hvað ég segja. Eitthvað sem þú ert vantilega búin að bíða þetta lengi? Já, klárlega. Þetta hefur alltaf verið svona bak við eyrað, þegar maður kemur inn á og þegar maður er að spila, þetta fyrsta mark. Þannig að núna er bara, já, núna verða vonandi bara fleiri. Er þetta ekki líka bara eitthvað svona moment sem maður svona hugsar þegar maður byrjar í fótbolta? Jú, klárlega, þetta er alveg draumur. Þetta er alveg svona markmið að skora með A-landsliðinu og bara frábært að hafa gert það í dag. Hvernig leið þér bara í augnablikinu að komin í gegn? Var mikið stress að bara svona hvað fyrir gegnum hausinn? Ég eiginlega veit það ekki sko. Ég er alveg búin að fá svolítið svona færum úti og svona og þetta er alveg færi sem að ég hef fengið. Hef klúrað og hef skorað líka. Þannig að þetta er svona staða sem ég þekki alveg frekar vel. Ég veit eiginlega ekkert hvað ég var að hugsa samt. Það er bara gott að sjá boltan liggja í netinu? Já, alltaf gott. Það er bara svona leikurinn heilt yfir, hvernig var að spila þetta? Þetta var svona svolítið mikið fram og tilbaka? Já, þetta var bara frekar erfiður og skrítin leikur myndi ég segja. Völlurinn frekar svona þungur og hægur, smá erfitt að spila á hana bara. En við gerum bara það sem við þurftum að gera til að vinna og það var bara mjög mikilvægt. Greiðlega gott að taka þessi 3 stig og gulltryggja sæti? Já, klárlega. En bara svona líka bara að vera nær HM-draunum, þetta hlýtur að vera bara stórmark? Já, bara að hugsa það að HM sé í Brasilíu er bara eitthvað sem að mótivita mann til þess að bara gefa allt í leikina og vinna þinn einasta leik því að þetta er bara risastórt og Brasilía svona draumaland til að fara til að spila á HM. Það er bara eitthvað svona ekstra við það þannig að við munum bara gera allt til þess að komast þangað. Takk hérlega og til hamingju með markið. Takk.